Síðan langar mig að segja ykkur frá Reynir vinur. Hann pípari, hann margfaldur Íslandsmeistari í motocross. Og sonur hans núna Eyþór, hann ætlar að verða alveg svaðalega góður líka, þjálfar hann mikið. Og hann kom einu sinni í heimsókn til mín og við borðum stundum saman og fengum okkur fisk og svona flottitt í hádeginu. Þegar það ég segi við hann Reynir, við langar að pröfa eitt, ég að drekka helviti gott stöf sem að fer svona vel í mig. Og ég vil pröfa þetta. Ég hef hent í honum einhverjum svona 5 brúsum af aloe vera og blómafræfnum. Saman ég þetta og þetta, sjá hvað myndi gerast. Svo að til það, svo leið eitthvað vika og hitti ég hann aftur. Og borðum saman og segi, Stjáni, láttu mig fá meira af þessu, þetta alveg geðvitt, láttu mig hafa meira af þessu. Ég leið að fá meira af þessu og svo fór hann og svo hitti ég hann eftir viku. Og svo hann ótrúlega skrítinn á svipinn, þegar ég hitt hans. Hún bara, Stjáni, hvað þetta? Ég sagði, þetta bara ógeðslega gott, þetta bara náttúrulega efni og ég að fíla þetta alveg rosalega vel. Þetta fíla þetta vel. Sjáðu hendurnar á mér, það fyrsta sem hann sagði. Sjáðu hendurnar á mér og hann auðvitað í motocrossi alveg öllu og þetta mikið álag á puttana. Svo hann í pípudottinu og það auðvitað svona þrútnar á honum fingurnir og ógeðslega slæma á honum húðin á höndunum. Og hann sagði bara, mér finnst bara ég að verða nýr aftur, ég finn ekki til í lúkunum, liðirnir eru svo fínir og ég virðist hafa endalaust úthald á hjólinu með gripið og þetta bara, þetta geðveikt, hvað þetta? Og svo komst ég seinna að því að aloe vera þetta hefur svona rosalega góð áhrif á húðinu. Og húðin þetta stærsta líffærið okkar og hún liggur utan á okkur og svo liggur hún inn í okkur og í gegn endaþarminn og þetta nákvæmlega sama húðin en hún breytist bara í slímhúð og hún þarf að taka inn alla næringu inn í gegnum húð. Öll næring sem við látum ofan í okkur fer inn í gegnum húðina. Og svo fyrir ég að pæla í því betur að ok, þetta hefur svona góð áhrif á húðina og ef fólk slæmt í húðinu með eksem eða fyrirlið og fær appelsínu eða eitthvað á húðina þegar hún slæmt og svíður, ekki? Það bara þannig, þetta svíður rosalega og opið sár eða eitthvað svona. Og ef við erum slæm í maga á meltingavegi og erum að borða þá erum við óglatt eða okkur langar að kasta upp eða við fáum niðurgang. Það er þegar líka við vill bara losa sig við fæðum. Ekki það að það sé eitthvað rangt sem við borðum, þú bara losna við það fæðina því henni líður illa með þetta á húðinu. Svo ef við drekkum aloe vera ekki og hann virkar svona vel á húðina, eins og allir tala að setja á húðina yfirleitt hérna utan á. En ef þú drekkur hann, þá hlýtur hann líka að hafa rosalega góð áhrif á húðina innan frá þér. Og þá bætir þetta alveg svaðalega meltinguna og allt sem hún lætur ofan í þig og styrkir það. Og þetta eru margir sem finna fyrir þessu og ég sérstaklega því ég vil drekka svolítið kaffi og elska kaffi en stundum verður maður þannig að maður verður illt í maganum af kaffinu. En það hverfur alveg ef hann drekka aloe vera. Þá þolir maður kaffi betur. En þó ég sé ekki að mæla með kaffi.